verið velkomin í föstudagsþáttinn. Við ætlum að fjalla ýmislegt hérna í dag og kannski skemmtilegt að segja frá því að við verðum líka hérna með nemendur í fjölmiðlafræði frá Háskólanum á Akureyri sem að taka viðtöl hérna í settinu, en við erum á N4, erum í samstarfi við Háskólann á Akureyri það verkefni. Þau ætla meðal annars að ræða við yfirþjálfara Káa, Túfa næsta sumar, en það er orðið ansi langt síðan að Káa var í úrvalsdeild síðast. Það líka að ræða aðeins biðlista á öldrunarheimili og hvernig hægt er að leysa það. Við fáum síðan í heimsóknan Rúnar F. Eurovision stjörnuna og sumarliði Kvandal eða Summi Kvandal eins og hann þekkist betur. Hann kemur með honum og við ætlum að ræða Eurovision, ekki annað hægt. Og svo fáum við líka til okkar nemendur úr Verslunarskólanum á Akureyri sem eru að koma, Verslunarskólanum á Akureyri, Verslunarskóla Íslands í Reykjavík sem er að koma til Akureyrar að setja upp sýninguna Footloose í Hofi og eru gaman að sjá þau. Við ætlum hins vegar að byrja á því að ræða við 2 herramenn sem eru að opna sýningar sínar í Ketilhúsinu hér á Akureyri helgina og fá aðeins að forvitnast þeirra verk. Verið velkomnir, strákar. Takk fyrir það. Kannski bara við byrjum á því að bara aðeins að fræðast ykkur og þá þessi verk og kannski bara byrjum á þér. Hvernig sýningu ert þú að bjóða okkur upp á í dag? Já, það er sýning á efri hæðinni í Ketilhúsinu sem ég er að setja upp. Þetta eru ljósmyndaverk. Úrval raun úr 4 seríum sem ég hef verið að vinna á síðustu 10 árum. Sumar eru kláraðar, aðrar ekki. En þetta úrvalið þannig komið til að það er svissneskur sýningarstjóri sem að velur henni úr mínum verkum og setur saman þetta úrval út frá sinni upplifun á Íslandi og það skemmtilega er að hann hefur aldrei komið til Íslands, þannig hann skoðar þetta allt úr fjarska og býr til einhvern veginn þema sem snýst svolítið manngert landslag á Íslandi og mínu viðbrögð við því í litmyndum sem ég tek á svona stóra blaðfilmu myndavél. Og þegar þú segir manngert landslag, þá hvað áttu við því? Þetta er ekki, má segja, þetta er ekki póstkortalandslagið, þetta er ekki ímyndin eða hugmyndin hið ósnortna landslag en ósnortnu náttúru, heldur er þetta er íslensk náttúra, þetta er íslensk landslag, íslenskt umhverfi en ég er svolítið að skoða hvernig við mennirnir setjum mark okkar á umhverfið og hvernig við í rauninni nýtum það, umgöngumst það og á þess að ég sé eitthvað með einhver bein komment en ég svona birti ákveðna sýn á það og kannski bæði á minn heim og minn þátt, mína nálgun sjálfs í íslenski náttúru en líka eins og ég hreinlega horfi á hana út frá einhvers konar sögulega forsendum eða í gegnum bókmyndirnar eða í gegnum verk annarra myndlistarmanna. Ég nota venjulega einhvers konar svona hægjur eða fer í einhvern veginn samtal við aðra listamenn þegar ég er að vinna verkin og vinna handritið svona tökuhandritið. Og sagði mér að þú hefði notað skjól sem svona eitt af þemanni hjá þau. Hvers vegna valdirðu það? Já, það er eitt svona kjarnaverk á þessa sýningu er einmitt sería sem ég kalla Skjól og kemur vonandi fljótlega út á bók en það er þetta er sería sem byrjaði að vinna eftir hrunið þegar svona þessir stormar dundu á landinu og þjóðinni. Þá var ég að hugsa sem listamaður hvernig ég ætti að bregðast við því og þá fór ég að nota þessa tákmynd sem er runni hrossaskjólin sem má finna út allt í landslaginu og svolítið að skoða hvernig bændur nota það efnivið sem er nálægt, er í kringu þá til að búa til það sem þeir ber reyndar skylda til samkvæmt lögum að þeir ber að skýla dýrunum sínum. En það er svo fallegt að menn nota sem það stýðast ekkert við nýjastu hugmyndir í arkitektúr og hönnun heldur notagildið eitt skipti máli og þeir byggja oft þessu ótrúlega fallegu landart eða umhverfis skúlptúra út í náttúrunni sem svo eru foknir burti á 4 árum og þá byggja það bara nýtt. Og mér finnst þetta mjög fallegt fyrirbæri og ég hef svona gert heilt verk þessa hönnunargripi. Skemmtilegt að séu 4 ár, þá getur þetta verið vísan í ríkisstjórnina og kjörtímabil? Já, algjörlega og það er eiginlega þannig. Ég hef myndað sama skjólið í Vatnsdal til dæmis frá 2009 og það ég held að ég endurbyggja það 2 á þessum tíma. Já, nákvæmlega. En við vorum aðeins að ræða þína sýningu og þetta er svona aðeins flóknara en að segja frá því stuttum máli, við ætlum samt að reyna. Já, ég er búinn að vera að hugsa það núna og ég held að ég geti dregið þetta saman. Ég er með 3 gerðir af verkum þarna og það er svolítið gaman að minnst á tíman og því að það sem sameinar þessi verk held ég þau fjalla einhvern veginn tíman. Í fyrsta lagi er þetta stórt ljósmyndaverk sem stendur saman 80 ljósmyndum. Það gerði ég til Listvinafélag Hallgrímskirkju þegar 400 ára afmælis Hallgríms Péturssonar var minnst fyrir 2-3 árum síðan.
þetta já, og það er svona, það fjallar í rauninni eilíðina, þetta verk, en af því ég veit að við lítinn tíma þá ætla ég helst ekki að byrja á að tala um það, því að þá þarf þessi tími að vera held ég 60 minutes, ekki 7 mínútur. Þetta er líka eilíðin, sko. Og þetta er eilíðin og ég verð bara rétt að tæpa á henni, en þetta eru sem sagt ljósmyndaverk, sem sagt. Svo er ég með verk sem er unnið með gvasslitum, en gvasslitir fyrir þá sem ekki vita, það eru svona þekjandi vasslitir. Þetta eru sömu litirnir og við fengum í teikningu í gamla daga í Barnaskóla Akureyrar, svona bara þekjulitir, og ég held að þáverandi menntamálaráðherra hafi verið plan hjá hann vildi ekki gera alla listamönnum, þetta eru afskaplega óþjálir og vondilir, það var þess að vond lykt af þessum litum og ömurlegi litir, og það verið að forða þjóðinni frá því að það verið allir listamenn ef þessir hörmulegu litir hefði ekki notað. Þeir eru afskaplega óþjálir, en þeir hafa ákveðin eiginleika, þeir eru alveg mattir og það er mjög gott og þess vegna, og þeir skila öllu, það er engin glýja eða glampi á þeim. Þess vegna notaði okkar besti strángflatar listamaður Karl Kvaran þessa liti. Og þetta er hreinlega litirnir hans? Þetta eru bókstaflega litirnir hans, það er að segja, ég vinn við ég er að kenna svolítið í Myndlistarskólanum í Reykjavík og þegar að Karl lést þá arfleiddu synir hans væntanlega og Ólafur og Gunnar, miklir listfræðingar, Myndlistarskólanum í Reykjavík af litunum hans Karls Kvarans, og í tiltektum daginn þá fannst sem sagt, sjálfsagt 20 kíló af gvasslitum frá Karli Kvaran, og hann er þekktur fyrir að nota gvasslitina og þetta var mikill fjársjóður, en eiginlega mjög erfitt að nota þetta því að það kemur í ljós að þessi elstu litir eru 60-70 ára gamlir. Já, og þú ert að nota þá bara? Já, og Karl notaði mjög fín efni og hann keypti bara bestu efnin og sem sagt versmiðjan á einum framleiðendum af þessum litum, hún fór á hausinn, eða allan hætti störfum, reikna með 1959, svo að þessi litur eru mjög gamlir, en þessi sería heitir Tíminn og vatnið og ástæðan fyrir þessu er þetta er svolítið endurlit og eina leiðin til að nýta þessa liti var svo í rauninni að setja þið bara í krukku með vatni og bíða nógu lengi. Svo ég stal þessum titli frá Steini Steinar, Tíminn og vatnið, og mér finnst það passa mjög vel við þessar myndir. Svo gerði ég sem sagt svona móno einlita myndir úr hverjum lit, því mikið af þessum litum þeir ekki framleiddir lengur, þeir eru svo eitraðir, það er blásýra í þeim og arsenik í sumum og Þannig að þú er ekki nagað á. Og og þeir hendu sem sagt, það var sem sagt, svo ég takk ég veit að þetta var ætlað í barnastarfið í Myndlistarskólanum í Reykjavík, en ég held að það sé alveg afsakanlegt það sem var mjög greinlegt, þetta var stórhættuleg litir og henduð ekki í barnastarfið. En ég held að gestumstafi sem ekki hætta þeim? Nei. Svo lengi sem það sleiki ekki verk. Ég er hér ennþá allavega og þetta er bara safnast eitthvað fyrir mér, en svo síðustu þá er ég með það sem ég er eiginlega, ef einhver myndir nú þekkja það sem ég hef verið að gera í gegnum árin, þá hef ég fyrst og fremst verið að mála vatnsfleti, straumvatn og vatn bara með olíulitum, og það eru þau verk sem ég er hvað þekktastu fyrir, og það eru þarna þrjú verk af merlandi vatnsflötum, merlandi glitrandi vatnsflötum. Firnafalleg. Olíumálverk. Og hvenær opnið þið, svo fólk geti nú mætt? Það er klukkan 3 á laugardaginn. 3 á laugardaginn. Og svo ætlum við að labba með gestum klukkan 4 og segja frá verkunum. Já, við ætlum að slá þarna saman og prófa þetta. Ég hef ekki heyrt þetta verið gert að listamannaspjalli og opnuna, þegar við erum báðir búsettir í Reykjavík og bið fólk að fara bara varlega í hvítvíni, nei. Já, það verður pollrólegir alveg. Já. Og mæta með spurningar. Allavega til 4. Já, og klukkan 4 þá ætlum við að prófa þetta, að slá þessu saman, opnun og listamannaspjalli. Yndislegt. Og af því að, eins og ég segi, þá er margt ósagt ennþá. Ég trúi því, ég heyri það að tíminn löngu frá okkur, það er ekki eiginlega hægt að hætta, en gaman að fá okkur og það verður örugglega mjög skemmtilegt að mæta til ykkar. Gangi ykkur rosalega vel. Já, takk fyrir. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.